Ísland umdeilanlega eitt einstakasta land heimsins og ekki síst í staðsetningu á miðju Atlantshafi. Því má velta fyrir sér hvað í óðsköpunum gerðist til þess að Ísland myndaðist, en til þess þarf að fara óralangt aftur í tímann. Það byrjaði allt með Pangeu, en eins og flestu vita var það heimsálfa sem samanstóð af öllum meginlöndum og byrjaði að brotna upp fyrir 200 milljónum ára. Þetta orsakaðist af reki jarðskorpuflekja og myndun miðhafshryggja. Það langra fjallgarða á botni úthafana en þróuðust þeir úr flekaskilum. Rek jarðskorpuflekanna fólst hins vegar einnig í myndun fellingafjalla, annars vegar og djúpála og eyjabúa hins vegar við flekamót. Í upphafi brotnaði Pangea aðeins í 2 hluta, en það voru Gondvandaland, syðri hlutinn, og Lárasía, niðri hlutinn, en kemur myndun Íslands aðeins Lárasíu við. Hún var samsett úr Norður-Ameríku og Evrasíu. Þó átti það eftir að breytast þegar upphaf klofnun hennar átti sér stað og starfaði hún af kviknun einn öflugasta möttulstróks heims fyrir 250 milljónum ára. En hann sami möttulstrókur og undir Íslandi í dag. Möttulstrókar eiga upptök undir neðri mörkum deighvelsjarðar, senda kvikuskammta upp á yfirbor af og til í eldgosum og sennilega höfuðorsökin af reki jarðskorpuflekna. Fyrir 80 milljónum ára teygði svo Mið-Atlantshafshryggurinn sig til norðurs úr suðri, en þar hafði hann nú þegar ýtt Suður-Ameríku og Afríku í sundur og gerði hann slíkt hið sama við Norður-Ameríku og Evrópu. Hann klofnaði þá einnig Grænland og gerði gliðun flekaskila á milli Grænlands og Baffinlands. Það varð að verkum að það varð eyja. Þessi gliðnun hætti þó fyrir 65 milljónum ára, þegar flekaskilin færðust austur og byrjaði að mynda sigdal milli Grænlands og Bretlandseyja sem síðar varð að úthafinu Norður-Atlantshaf. Þá gat loks myndun Íslands byrjað almennilega. Þegar Grænland og Noregur / Bretlandseyja sundruðust spratt upp hraun sem gerðu hraunlög sem hægt og rólega myndaði landsbrú milli heimsálfunnar. Þessi landbrú varð að vissu leyti Ísland. Heiti reiturinn sem núna undir Íslandi stafar í raun og veru frá áðurnefnda möttulstróksins og talið að hann hafi verið við suðvestur Grænland og færst í norðuraustan átt með landsbrúnni og við því ýtt möttulstrókin landsbrúnni upp 2000 metra og varð þá Ísland til. Þess vegna breyttist landtengingin í eyju. Þegar endarnir á landsbrúnni klofnuðu og ráku burt rekbeltinu og varð Ísland því stök eyja. Ísland það bil 60 milljón ára en bergið sjálft það ekki. Það vegna þess að þegar jarðskorpan undir Norður-Atlantshafi gliðnar og nýtt berg myndast á gosbeltinu þá liggur það svo þvert yfir landið og berst svo til hliðanna samfara gliðjunu og eldra berg sekkur í sæ. Þess vegna elsta berg landsins tæplega 14 til 16 milljón ára á Annesjum austan og vestanlands en nýtt berg myndast við hvert gos. Ísland skiptist í 3 jarðmyndanir eftir aldri og myndunaraðstæðum. Elst tertíra blágrýtismyndunin 16 til 3 milljón ára, svo kvartera grágrýtismyndun og móbergsmyndun 3 milljón til 10.000 ára og loks nútími jarðfræðinnar síðustu 10.000 árin fyrir tæpum 3 milljónum ára gekk ísöldin í garð og tímabilið hófst. Þá fóru meðal annars að myndast móbergsfjöll og gos undir jöklum og grágrýtishraun. Þegar hlýtt
Þegar jöklar fóru að bráðna fyrir meira en 10.000 árum tóku nútímahraun að renna í gosbeltum sem liggja frá Reykjanesi Reykjanesskaga, Þingvelli og norður í Langjökul, annars vegar og frá Surtsey Vonarskarð og vestanverðan Vatnajökul undir Axarfjörð hins vegar. Uppleiðsla á Íslandi er annars óvenjuleg. Nýtt berg myndast þegar það verður eldgos í gosstöðvum og rekur síðan út til beggja hliða sirka 1 cm hraða á ári og sekkur eftir 15 milljón ár eða svo. Þetta hefur verið í gangi í 60 milljón ár.